Bríet Lilja Sigurðardóttir, Telma Svein Tryggvadóttir, stelpur brjáluð helgi í vændum. Það eru 2 leikir á sunnudeginum, unglingaflokkur og meistaraflokkur og svo einn á laugardeginum. Það er meistaraflokkur. Þið hafið í nægu að snúast helgina. Já, heldur betur. Þetta er bara gaman. Nóg að gera. Og áður en við höldum lengri viðtalið þá kannski það var í unglingaflokk í vikunni, þá kom út í Tindastól og þar áttu þið báðar alveg glimrandi leiki í stórsigri. Já, þetta var mjög gaman. Þetta var ekki leiðilegt? Nei, alls ekki. En við skulum byrja á meistaraflokksleikjunum. Það er á laugardeginum, þá er það Breiðablik og þeir eru búin að spila tvisvar þar í vetur. Tapa fyrir sunnan í leik sem að mig minnir að Benni hafi sagt að það hafi verið bara einn versti leikur ykkar í vetur. Síðan hafi spilað við heima og hér unnuðar og ekki endur að taka leikin. Jú, klárlega. Við erum ekkert að fara að tapa fyrir þeim aftur og allavega ekki á heimavelli. En já, við eigum fullt í þær og ég held að þetta verið mjög góður leikur. Þið sýndu nú í síðasta leik hérna á móti toppliði Skallageri sem að fóru með 2 stig en það var margir segja hafi bara varla verið verðskuldað hjá þeim. Nei, þetta var náttúrulega ótrúlega fúlt sko og bara, já við hefðum alveg getað unnið þar. Það var bara klúður í lokin. Við bara einhvern veginn getum ekki klára leikina. En svo eru margir sem tala mikið það og þar á meðal ég sem að það skuli vera hægt að komast í gegnum heila körfuboltaleik að fá víti á meðan andstæðingur fær 20 víti. Já, hvernig finnst þér? Það er ekki alveg í lagi. Þetta er ekki að gera sig. Nei, þú kemst ekki langt að þessu, sko. En við erum ekkert að velta okkur upp úr þessu. En svo er að Fjölnir á sunnudeginum og þeir eru búin að spila 3 sunnur við þær í vetur og vinna í öll skiptin. Þær hafa ekki enn unni leik eða hvað? Nei, þær hafa ekki unni leik ennþá. Og við stefnum náttúrulega bara á það að vinna þær aftur. En samt alls ekkert vannmatt því þær geta alveg komið brjálar til leiks. Því það er náttúrulega alltaf þannig að með hverju sigurleiknum, tapleiknum ætla ég að segja, með hverju tapleiknum styttist í sigurleik. En þið náttúrulega er að passa að það verði ekki hér. Já, klárlega. Við erum ekkert að fara að gefa neitt eftir. Alveg bara ekki neitt. Við erum komin til að vinna, sko. En segið mér eitt ef við svona rukka ykkur varðandi unglingaflokkina þegar þið eru báðar að spila þar. Þið eru hérna bara við toppinn. En það eru Snæfell líka sem eru andstæðingar ykkar á laugardaginn. Já, það verður hörkuleikur bara. Það er stefnt á sigur. Jú, já, að sjálfsögðu sko. Hvernig meti Snæfell? Er þetta svipað liðastyrkleika, þekkið þar? Það er langt sem ég spila á móti þeim. Við hefum ekkert spilað á móti þeim í vetur. En þær eru flestar í meistaraflokki. Svona alliði held ég. Þannig að, jú, úrvalsdeild. Þannig að þetta verður hörkuleikur en við mætum allavega bara snældu vilsari leikinn. Heldur að vera ekki strengir eftir helgina? Jú, það er bókamál held ég sko. Er það ekki bara nóttalegt? Jú, 3 leikir á 24 tímum, gerist ekki betra. Og þá vitið líka að þið hafi verið að gera eitthvað? Já, algjörlega. Stelpur, gangi ykkur vel. Já, takk fyrir það.